Vibes. Í dag ætla ég að sýna ykkur August Favorites af því ég á leiðinni til útlanda og mun ekki geta tekið það upp í lok mánaðar eins og venjulega. Skulum bara byrja á þessu. Þetta allt vörur sem ég búin að vera að ofnota síðustu vikur. Tónerinn sem ég búin að vera að nota upp á síðkastið Zero Sync frá La Roche-Posay. Ég held ég hef sagt ykkur frá honum í empties-vídeónum mínu. Hann algjör snilld og virkar svona kælandi og róandi á svona viðkvæma, pirraða og blandaða húð eins og mína. Annað sem ég hef verið að nota á húðina mér eru ávaxtasýrur og ég fékk þessa lúxuspröfu hjá tigerlily.is og þetta heitir 2% BHA liquid og þetta er salicylic sýra sem sagt. Þetta á bara að jafna húðtóninn, minnka svitaholur eða minnka sjáanleika þeirra. Er þetta að segja sjáanleika? Ég held það. Og já, koma í veg fyrir að svitaholurnar stíflist og maður fái bólur og alls konar svona. Ég ætla að setja inn mynd hérna. Á 9 eða 10 dögum þá breyttist húðin mín svona. Það minnkaði roðin í húðinni og bólurnar bara jöfnuðust niður við jörðu. Þannig að ávaxtasýrur eru að gera góða hluti fyrir mig og þetta er sem sagt frá Paula's Choice og fæst á tigerlily.is og ég er að byrja að nota fleiri vörur þaðan núna þannig að ég á eftir að leyfa ykkur að fylgjast með. Þetta eru allt sem sagt svona vörur, allar þessar sem ég er að nota eru sérstaklega ætlaðar til þess að vinna gegn bólumyndun og vinna á roða og svoleiðis vandamálum. Þannig að ég er mjög spennt að sjá hvernig það fer. Húðin mín er í mjög slæma ástandi núna. Eða búin að vera það. Þannig að þetta hérna var algjör himnasending fyrir mig og vonandi heldur hún bara áfram að skána. Naglalakk sem ég er mjög mikið skotin í er Essie Ladylike. Ég fekk það reyndar bara fyrir viku síðan í afmælisgjöf. Ég er með það núna. Það er reyndar að flagna af. En þetta er svona fullkominn svona núdbleikur með gráum undirtón. Mjög flottur. Ég veit ekki hvort ég hef sagt ykkur frá þessu áður. Þetta er frá Body Shop og heitir Lip and Cheek Velvet Stick. Og ég nota þetta ýmist sem kinnalit eða varalit og ég er búin að nota þetta sem varalit mikið upp á síðkastið. Bara svona skellið þessu á mig. Það er voða svona létt áferð, þetta er þessi hérna. Létt áferð og fallegur núdlitur. Og þegar ég nota hann í kinnarnar þá bara krota ég aðeins hérna á fingurgómana og dumpa á andlitið. Tveir augnskuggar, svona stakir sem ég er búin að nota mikið eru Maybelline Color Tattoo On and On Bronze sem er bara svona fallegur bronslitaður krem augnskuggi og hann helst alveg endalaust á manni. Og svo hef ég notað líka mikið Bandit frá Colourpop og ef þið þekki ekki Colourpop augnskuggarna þá eru þeir líka svona frekar kremkenndir. Þetta er svona fallega rauðbrúnn og ég hef notað mikið svona í skyggingu. Þessi paletta frá Sleek er búin að vera miklu uppáhaldi hjá mér. Þetta er Faceform palettan og í henni er sem sagt svona skyggingalitur, highlighter og braunfart kinnalitur. Ég hef notað highlighterinn langmest. Hann er rosa fallegur. Hann gefur svolítið svona wet look sem ég finnst mjög fallegt. Ég er ekki fyrir svona grainy, svona chunky glimmer. Mér finnst fallegra þegar það kemur svona, já, bara svona gljái. Ég hef þetta líka alveg notað skyggingalitin. Hann er mjög fínn, en kannski aðeins svo hlýr fyrir mig því ég er með frekar svona kaldan húðtón. En góður í sólapúður. Meira frá Sleek. Þeir heita Cream to Powder Blush. Uppáhaldslitirnir mínir eru French Rose, bleikur með smá kóral ívafi. Mjög fallegur litur sem ætti að klæða flesta. Svo er þessi hérna sem heitir Carnation sem er aðeins svona, hvað ég segja, svona kaldari bleikur litur. Og ég nota þá eins og hérna Body Shop gaurinn, ég set bara smá á milli fingurgómana, nudda og svo dumpa ég létt í kinnarnar. Því ég er yfirleitt með farða undir sem ég vil ekki hreyfa. L'Oreal Infallible Matti farðinn. Ég er örugglega búin að tala hann við ykkur en ég held ég hafi ekki verið með hann í svona favorites vídeó áður. En þetta er farðinn sem ég er búin að vera að nota í sumar þegar ég vil vera með þekkjandi farða. Ég hef eiginlega í sumar annarkvort bara verið farðalaus eða með þekkjandi farða. Þetta er semst frekar þekkjandi farði, þóttnar mattur og bara, já, hann hylur allt. Hann er góður og helst á mér allan daginn án þess að hreyfast. Homeoplasmin, ég veit ekki alveg hvernig á að bera þetta fram. Einhvern veginn svona. Þetta er semst eina af þessum snilldum sem að fást í frönskum apótekum og þetta er svona smyrslega krem sem bara
er hægt að setja á allt. Brunasár, þurrkubletti og allt mögulegt, en ég nota þetta sem varasalva og ég vakna alltaf með alveg super juicy varir á morgnana af því ég set þykkt lag á þessu á kvöldin. Mér finnst mjög mikilvægt að vera með vel nærðar varir af því ég er svo mikið með varaliti, sérstaklega svona matta sem að geta annars þurrka varirnar. Þannig að ef þið eigið leið í franskt apótek þá er þetta alveg snilld, annars er örugglega hægt að panta þetta ekstra á netinu. Sama með La Roche-Posay Cerosink, það er hægt að panta þetta á netinu. Baked Powder Blush frá Milani og heitir Dolce Pink. Hann er svona fallegur, bleikur með svona glimmerögnum og glans. Bleikur með smá svona kóralívafi. Svona rósagylt glimmer í honum. Mjög flottur. Ég er búin að nota hann mikið. Meira frá Milani. Ég er með 2 varaliti sem voru í uppáhaldi. Annar heitir Plum Rose, númer 17. Og er svona bara frekar hlutlaus. Hvað kallar maður þessa liti? Ég eiginlega bara veit það ekki. Þetta er svona rauðbrún bleikur. Það er fullkominn hversdags varalitur. Og lyktin, ég bara kemst ekki yfir hana. Þetta er svona artificial vassmelónulykt sem mér finnst alveg besta lykt í heimi. Og svo er ég með Matte Innocence sem er svona alveg ljós nút einhvern veginn með svona kóral undirtón kannski. Ég er búin að vera mjög hrifin af honum og hef notað hann bara með þá dekkri varablýanti og lyktin af möttu varalitunum. Það er svona vanillu kökulykt einhvern veginn. En ég elska lyktina af Milani varalitunum. Hún er æðisleg. Invisible hárteygjurnar. Ég var alveg rosalega lengi að uppgötva þetta. Vinkona mín keypti þetta handa mér. Þið hafa örugglega öll séð svona teygjur. Það eiga allir svona teygjur. Það áttu allir svona teygjur nema ég. Þetta eru bara þessar gormateygjur. Ég vissi ekki að teygjur skiptir svona miklu máli. En svo fattaði ég að það væri til teygjur sem myndi ekki rífa í hárið. Og svo er það líka bara fallegar í hárinu. Það er hægt að vera með svona laust tagl. Og já, ég veit ég var ekki að finna upp hjólið, en þetta er í uppáhaldi. Síðast en ekki síst er það Zoeva Cocoa Blend palettan mín. Þetta er 10 lita augnskugga-paletta. Hún er svona falleg. Þetta er allt svona litir sem ég nota rosalega mikið. Svona brúnir og rauðir, ryðgaðir tónar. Ég er búin að nota hana alveg sjúklega mikið. Eins og það hefði örugglega orðið vör við ef þið fylgjum mér á Instagram. Mæli hiklaust með henni. Hún kostaði held ég 17 eða 18 evrur. Og það er bara hlægilegt verð. Þannig að tekkja á því. Þá er bara komið að lokum. Sjáumst í næsta vídeói. Munið að fylgja mér á Instagram og ég er búin að ákveða að ég ætla að vera alveg super snappari núna næstunni. Þannig að endilega adda mér á Snapchat líka, Birna Magg, og á Instagram er ég Birna Magg MUA. Takk fyrir að fylgjast með og endilega skilji eftir ykkur skemmtileg komment og thumbs up ef að þið voruð að fíla þetta vídeó. Bye!